Góðir gestir, komið í sæl og hjartanlega velkomin. Það með mikilli eftirvæntingu sem ég segi straumhvarfaþing Viðskiptaráðs Íslands árið 2018 sett. Tímarnir framundan eru ófyrirsjáanlegir en jafnframt fullir af tækifærum. Heimurinn hann hefur aldrei verið opnari og aðgengilegri. Þetta hefur áhrif á þróun viðskipta og uppbyggingu fyrirtækja. Fyrirtækjarekstur hér á landi er ekki undanskilinn og hafa síðastliðin misseri verið mörkuð umræðu breytta samkeppni í breyttum heimi. Erlend stórfyrirtæki hafa tekið sér bólfestu á okkar litla markaði með tilheyrandi áhrifum og fyrirtæki hvaðan æfa að úr heiminum bjóða vöru sína hér á landi í gegnum netið. Ísland er því ekki eyland lengur nema nafninu til. Samkeppnin hefur aldrei verið meiri og landamæralausari. Saga viðskipta á Íslandi hefur markast af miklum sveiflum, höftum á verslun og viðskipti, kreppum og endalausri umræðu gjaldmiðlamál. Ísland hefur nú sýnt heimsbyggðinni að við höfum risið úr öskustó hrunsins með dugnaði og elju. Enda hefur hagvöxtur á Íslandi verið mun meira en í nær öllum þróuðum ríkjum síðasta ár og því ber að fagna. En huga þarf að sjálfbærni slíks hagvaxtar og horfa lengra fram í tímann, læra af sveiflukenndri reynslu okkar Íslendinga í efnahagsmálum og búa í haginn. Það er því ágætt að rifja upp og minna á hlutverk Viðskiptaráðs Íslands. En það er fyrst og fremst að gæta hagsmuna viðskiptalífsins, stuðla að hagfelldu skattaumhverfi, lágmarka afskipti hins opinbera og auka samkeppnishæfni. Það kemur einnig skýrt fram í lögum ráðsins að Viðskiptaráð skuli vera vettvangur fyrir nýjar hugmyndir, opnar umræður og skoðanaskipti framfaramál íslensk atvinnulífs. Við viljum taka að okkur að vera stefnumarkandi vettvangur framsækinna hugmynda til framfara í íslensku atvinnulífi. Fyrir tilstilli tækniþróunar virðist framtíðin aldrei hafa nálgast hraðar en einmitt núna, en heimurinn er að umbreytast hraðar og af annarri stærðargráðu en áður þekkist. Það er því enn mikilvægara nú en áður að sinna þessari mikilvægu stefnumótun og mun Viðskiptaráð ekki skorast undir því heldur taka sér forystu hlutverk í þeim efnum. Þannig hefur stjórn Viðskiptaráðs Íslands samþykkt ný leiðarljós fyrir starf sitt næstu misseri sem snýr að Íslandi í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi þar sem tæknin er að endurskrifa leikreglurnar. Á næstu misserum munum við horfa til framtíðar í gegnum svokallaðar framtíðarlinsur sem hver sig fangar tiltekinn fókus á efnahagslífið. Fyrsta linsan sem við höfum nú þegar stillt beinir athyglinni á tæknibreytingar og samkeppni í hinu stafræna heimi. Næstu linsur lúta að menntun og breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar. Svo þriðja að alþjóðlegum viðskiptatengslum og svo síðasta að umhverfi og sjálfbærni. Allt verkefni sem að skipta okkur mjög miklu máli í dag. Í dag horfum við í gegnum stafrænu linsuna, sjálfvirknivæðing ferla og þjónustu með tilkomu gervigreindar og stafrænna tækni er orðið slík að samkvæmt McKinsey er hægt að sjálfvirknavæða helming allra starfa sem fólk sinnir í dag, með tækni sem nú þegar er til. Störf og kröfu fyrirtækja til færni einstaklinga er að breytast svo hratt að við eigum erfitt með að undirbúa fólk undir störf framtíðarinnar. Forsvarsmenn fyrirtækja eru eðlilega undir gífurlegri pressu að skilja þessar breytingar og bregðast við. Og sem dæmi má segja að árið 1960 þá var meðallíftími fyrirtækja samkvæmt Standard & Poor 60 ár. Í dag er þetta minna en 20 ár. Þetta sýnir okkur hve miklar breytingarnar eru. Sömuleiðis eru stjórnvöld undir þrýstingi að beita sér af alvöru fyrir nýsköpun og aðlögun stjórnsýslunnar að þessum breytta heimi, sem þarf að gerast af meiri krafti og hraða en áður hefur sést. Lönd í kringum okkur hafa sett straumhvörf þess á dagskrá sem forgangsmál og sem dæmi má taka þá hefur Eistland langt skeið skilgreint sig sem stafræna þjóð og miðar allar sínar ákvarðanatökur út frá því. Leiðin til framfara er í gegnum nýsköpun. Nýsköpun sem stuðlar að framleiðniaukningu og hagræði í rekstri,
auknum virðisauka, auknum gæðum og betri þjónustu. Nýsköpun eru framfarir sem þurfa að eigast í stað í öllum kimum samfélagsins, ekki bara í krúttlegum sprotafyrirtækjum, heldur einnig í rótgrónum fyrirtækjum, hjá ríki og sveitarfélögum og í raun hjá hverjum og einum einstaklingi. Nýsköpun varðar okkur öll. Fyrirtæki sem byggja á þekkingu og sköpun munu standa undir sívaxandi hluta verðmætasköpunar í heiminum og það verður í þannig fyrirtækjum sem áhugaverðustu störfin verða til. Þannig þurfum við að leggja áherslu á að skapa hvata og umhverfi sem auðveldar slíka starfsemi. En til að tryggja að fyrirtæki sem geta verið staðsett hvar sem í heiminum velji starfsemi sinni vettvang á Íslandi þarf umgjörð þeirra að vera samkeppnishæf, hvort sem að ræða lítil, meðalstór eða stór fyrirtæki. Hér skipta því máli fjárhagslegi hvatar og að rekstrarumhverfi sé til staðar sem laði slík fyrirtæki að frekar en fæli frá. Þetta snýst samkeppnishæfni Íslands til framtíðar. Það því ánægjulegt að sjá að í nýju málefnasamningar ríkisstjórnarinnar orðið nýsköpun kemur það fyrir 18 sinnum. Þessi áhersla kemur líklega ekki ávart, enda öllum ljóst að sköpun nýrra verðmæta grundvallarforsenda áframhaldandi velmegunar og velsældar í samfélaginu. Efnahagsaðstæður á Íslandi eru með hvað besta móti. Slíkt góðæri þarf að nýta til að tryggja þær undirstöður sem hægt að treysta á þegar í harðbakkann slær. Rétti tíminn til að horfa fram á við, móta stefnu Íslands til framtíðar því núna. Dominic Barton sem kom til okkar á aldarafmæli Viðskiptaráðs, hann hafði á orði að þjóð eins og okkur getum haft forskot í svona efnum, hvað varðar hraða og stefnu. Hann vildi meina kosturinn við fámennið væri sá að við getum verið markvissari og ákveðnari í stóru stefnumálum. En til þess að svo megi verðast þarf að vera einhugur grundvallaratriðin og stefnuna. Við erum of fá til að skiptast í fylkingar og ala á sundrung. Við hvetjum því forystufólk þjóðarinnar, menntastofnanir og atvinnulífið í heild að hefja slíka stefnumótun til að tryggja hér megi ríkja stöðugleiki og hagsæld til lengri tíma. Í þeirri vinnu ósk mín að metin verði sérstaða landsins og hugað verði að fjölbreytileika á öllum sviðum. En mér hefur verið tíðrætt fjölbreytileika þau 2 ár sem ég starfa sem formaður Viðskiptaráðs og höfum við unnið með verkefnahóp á þeim sviðum innan ráðsins þar sem við skoðum fjölbreytileika út frá hinum ýmsu breytum, aldri, kyni, þjóðerni, rekstrarformi og atvinnugreinum. Áhersla minnar á fjölbreytileika sú að ég hef þá trú, studda með fjöldamörgum rannsóknum, að fjölbreytileiki á öllum sviðum skili hagsæld og arðsemi. Einsleitni að mínu mati ávísun á stöðnun og hnignun. Og hér ætla ég aðeins að fara út af ræðu minni sem ég var búin að skrifa því að það voru skemmtileg tíðindi sem komu núna eftir kosninguna hjá okkur núna í Viðskiptaráði. Við vorum að samþykkja lög kynjakvóta sem taka ekki gildi fyrir eftir 2 ár, en það sem ánægjulega gerðist að í rauninni hefðum við ekki þurft að samþykkja þau, nema til að tryggja jafnvægi til framtíðar. Nú í dag munu sitja á næstu 2 árin 47% kvenna í Viðskiptaráði og við erum að fara frá 27%. Og mér langar eiginlega að þakka honum Hreggviði Jónssyni sem hóf þessa vegferð með formennsku sinni. Hann var ötull baráttumaður fyrir þessa fjölbreytni, enda hefur hann stýrt fjölbreytni hóp Viðskiptaráðs Íslands. Takk Hreggviður, hvar sem þú situr í salnum. Þetta var svona jákvæða fréttin sem ég ætla að tala varðandi kynjamálin. En ég finn mig knúna til að benda á eina staðreynd í þessum efnum og það staða kvenna í forsvari fyrir íslensk fyrirtæki. Í dag einungis 8% af 400 stærstu fyrirtækjum landsins stýrt af konum. 8%. Ef við setjum þetta í samhengi hérna við salinn í dag sem að í sitja cirka 600 manns svona ef við námundum, þá ættu hér í dag eingöngu að sitja 48 konur. 48 konur.
Værum við sátt við það á viðskiptaþingi árið 2018 sætu 48 konur. Ég held ekki og vil því hvetja stjórnir, stjórnendur og eigendur fyrirtæki að horfa til fjölbreytileika og ég lofa ykkur persónulega að það muni skila árangri. Muniði, arðsemin, hún þarna líka. Nú gleymi ég að fletta, mér svo mikið niðri. Þetta leiðir mig að MeToo-byltingunni, þar sem aldalöng þöggun framkomu, yfirgang og ofbeldi gagnvart konum hefur verið afhjúpuð, eitthvað sem ólíðandi og smánarblettur í öllum samfélögum og atvinnugreinum. Við í íslensku viðskiptalífi fordæmum slíka háttsemi. Ég hef verið spurð að því af nokkuð mörgum hvers vegna konur í viðskiptalífinu hafa ekki stigið fram undan merkjum MeToo. Og því miður þá á ég ekki svör við þeirri spurningu. En ég hef þó velt fyrir mér að sú staða sem ég lýsti áðan með hlutfalli kvenna sem stýra íslensku fyrirtækjum spili eitthvað hér inni. Að við konur sem störfum innan viðskipta séum ennþá háðar karlkyns stjórnendum frama okkar og því heyrist rödd okkar ekki undir merkjum MeToo. En hvernig tökumst við á við slíkt verkefni sem að felst í MeToo, sem svo stórt og mikið? Við þurfum að byrja á því að skoða þá menningu sem viðgengst í fyrirtækjum okkar. Hér kemur fjölbreytileikinn enn og aftur til sögunar. Leið og við höfum fleiri skoðanir og viðhorf við borðið, þá eykst víðsýni okkar og umbyrðarlyndi gagnvart hvort öðru. Saklaus kjarskni, hún getur verið meiðandi, sem og ómeðvitaðir og meðvitaðir kynbundni fordómar. En hvernig finnum við rétta tónin? Góður vinur minn benti mér á ofsalega einfalda spurningu sem ég ætla að deila með ykkur. Hún sú, myndi ég vilja að komið svona fram við dóttur mína eða tala þannig við dóttur mína. Leið og við persónu gerum þetta, þá auðveldara að vita svarið og auðveldara að vanda sig. Ég hvet því alla stjórnendur landsins til að huga að menningu sinna fyrirtækja, horfa inn á við og meta hvort að ómeðvitaðir eða meðvitaðir kynbundni fordómar viðgangist innan þeirra raða. Góðir fundagestir, íslenskt viðskiptalíf hefur tekið þátt í að móta íslenskt samfélag og mun gera það áfram. Viðskiptaráð mun leggja sitt á vogaskálarnar til að efla viðskipti sem skila aukin hagsæld til þeirra sem landi byggja. Enn á ný stöndum við frammi fyrir byltingu sem mun kollvarpa kerfum og því hvernig hlutirnir hafa verið gerðir. Við þekkjum byltingar og við erum tilbúnir í hana. Það eru því spennandi tímar framundan í íslensku samfélagi og viðskiptalífi. Það skiptir máli að vinna saman sem heild, þvert á atvinnulífið, stjórnmálin og samfélagið. Ég þakka fyrir mig og fel Ástu Sigríði fundastjórnina á nýjan leik.